Hey folks, velkomin í flæðiskerið með mér Rökkva og honum Jóa hérna og við erum með hann Jón Víðis töframann með okkur í dag. Já, velkomin. Og Sælir, takk. í dag, af því að merkilega nokk komið meir en ár síðan að flæðiskerið byrjaði, þá ætlum við svolítið að rifja upp hvernig flæðiskerið byrjaði og síðasta ár og hvað svona stóð upp úr. Og við erum kannski ekki síst með Hjóna hérna af því að núna þegar það eru nýbúin að vera áramót þá eru allir í áramóta heitum. Það náttúrulega liðnir nokkri dagar þannig að margir eru örugglega strax nú þegar búin að gefast upp á áramóta heitum sínum. Já. Búnir að mæta einu sinni í líkamsræktina og ekki meir síðan. Kortið sett bara upp í hillu. En hérna við erum svolítið með Jón Víðis hérna af því að hann er dáleiðari líka, hann er dávaldur. Já. Og er ekki mikið af fólki að koma til því núna að reyna að láta dáleiða sig í það að standa á áramótaheitin, að grennast, hætta að reykja eða hætta að halda framhjá eða hvað sem að Eða hvað það er Já. sem áramótið hefði var, Já. já, það kom margir til mér nefnitt í þetta að létta sig og hætta að reykja. Og, ekki að hætta að halda framhjá. ekki ennþá, en ég get örugglega hjálpa fólki með því allt sem að hugurinn er að gera, það er hægt að hjálpa fólki með að breyta hugsunum sínum eða hjálpa því til þess að gera það sem það raunverulega vill gera. Eins og þeir sem eru að hætta að reykja og er erfitt með það, Já. að þá hægt að hjálpa með að komast yfir þann hjall að klára dæmið. Og það sama með að létta sig, að ég er dáleiðari, en ég læt fólki ekki gera eitt eða neitt, ég hjálpa því til þess að gera það sem það ætla sér og vill. Já, það er náttúrulega kannski algengur misskilningur með dáleiðslu að þú getur eins og endur forritað einhvern til þess að gera einhverja allt aðra hluti að þú getur bara látið hann halda að hann sé eitthvað annað en hann er bara út í gegnum hans lífið eitthvað svoleiðis. Þetta er meira svona þannig að þú kannski hvetur fólk og styrkir hugmyndir. Því ef að dáleiðsla virkaði þannig að maður gæti raunverulega að stjórna fólki þá var ég löngu búin að fara að tala við bankastjóran. Já, en það er bara ekki þannig. En þá var örugglega bankastjórinn búin að ráða dáleiðara til þess að dáleiða þig á undan. Ég var í vinnu þar. Þú hefur verið á seinna, þeir hefur verið fyrir til þeir mættu meiri pening. Nei, hérna þetta að til dæmis eins og ég bara sjálfur þegar ég fór í gegnum þetta prógram og misti ég 30 kíló og það sem það gerði var að hjálpa mér að hugsa öðruvísi mat, hjálpa mér að bara hætta því að var sattur. Já. Og að borða ekki fyrir kemur næstu máltíð, við erum ekkert að týna einn brjóðsykur eða súkkulaðist ekki upp í mig. Já. Hvernig virkar þetta? Er þetta þá þannig að þið veist að hennilega bara ógeðslegt eða er þetta bara hugarfar? Já, sko, það er þetta virkar mismunandi fólk. Á suma þá er mitt setum maður svona inn eitthvað skonar ógeð, þannig að fólk sér ekki súkkulaði heldur eitthvað sem að þau langar bara alls ekki í og þá lætur það bara vera. Það er eins og að þú ferð ekkert og gerir eitthvað sem þið langar ekki til að gera. Nei. Og ef þið langar ekki súkkulaði þá sækist ekki í það. Já, nefnum einhver skipið er það, konan þín eða eitthvað. Það var kannski stundum. Hún er líklega til þess að fara í hináttina. En það er sama með reykingarnar að fólk hætti kannski að reykja, lendir svo í einhvers konar áfalli eða stressi og grípur þá til sígarettuna. Vegna þess að hugurinn segir að ok, þau reykir þetta rólur. Eitthvað slíkt sem er ekki rétt en það er það sem að þú hugsar. Þarna kikkar dáleiðslan inn að þá kemur þessi hugsun ekki fyrst að sækja sígarettuna heldur að gera eitthvað annað, eitthvað sem þú velur þér. Já, ég verði að játa, ég er eiginlega hálfpartinn með áramótaheiti sem er að hætta aftur að borða svona sykur, ekki allan sykur en svona, þú veist, kökur, ís og þetta af því að ég hætti því og svo byrjaði ég aftur í því einhvern tímann. Hittu mig bara á mánudaginn. Ég held ég ætla að reyna sjálfur sko að sjá hvort að minn eigin viljastyrkur dugar. Já, en það gerir það oft en fyrir þá sem að það nægir ekki að þá klárar dáleiðslan dæmið, tekur við og klárar það sem að og gerir bara það sem þú vilt gera. Já, og það sem ég gerði í rauninni þegar ég hætti upp að borða sykur var eiginlega svolítið eins og þú segir að ég náði einhvern veginn að ákveða að mér finnst hann ekki góður. Já, menn þú ég myndi segja að þú hefðir dáleitt sjálf hann, Já, en ég gerði það, ég einbeitti mér að því að ákveða að hann væri ekki góður og setja hann í samhengi við svona sykurfallið sem kemur þegar þú verður þreyttur, þegar þú ert búin að hækka blóðsykurinn og svo verður aftur þreyttur og þá þarftu meiri sykur. Já, og með því þá hættur að sækjast í. Já, að tengja þetta í huganum sko og ímynda mér hann væri vondur og að væri hræðilegt að þú veist smakka hann og ef ég smakka hann þá þú veist fekk ég svona viðbröð eins og ó nei, þú veist eins og ef þú brennir þig eða þannig. Og þetta tókst hjá mér í rauninni langan tíma og reyndar þá fekk ég svona eins og svona martraðar sem ég dreymdi að ég væri hámi mig súkkulaðistykki, hámi mig ís alveg í 3 mánuði eftir ég hætti. En það voru martraðir? Já, eða þú veist, þetta er svona eins og þegar mann dreymir að maður haldir fram með konu sinni, skilurðu, sem að náttúrulega kemur örugglega fyrir okkur bestu með að þá svona veit maður alveg hvort maður er glaður eða óanæður af því að maður man alltaf í draumnum undanum að maður á konu og þá skammast maður sín ekki.
En var þetta dálislu, virkar til dæmis að ná ákveðni hræðslu fólki eins og hræddur við dýr eða hræddur við hefur svona með víðáttufælni eða félagsfælni? Já, allar þessar fóbjur, dálisla aðferðin til þess að losa þig við þær. Já. Flughræðsla til dæmis, að það hjálpar fólki mikið. En bara lofthræðsla var kona sem kom til mér daginn og ég hjálpaði hann með lofthræðslu, svo kom hann aftur viku seinna, við vorum að gera annað og ég spurði hann hvort að lofthræðslan væri farin og hún sagði bara, ég hef ekki lent í þeim aðstæðum að verða lofthrædd og ég spurði það bara, já, hvað þarf til þess? Já, ég geti til þess ekki staðið upp á þessum stól, svo ég baði hann að standa upp á stólnum og það var ekkert mál, getur þú farið upp á borðið? Já, það var ekkert mál og hún var svolítið hissa á þessu og svo þegar hún kom niður og það fatt hann allt í henni, heyrðu, veistu það, ég skipt gardínur í vikunni, ég þurfti að fara upp í stiga, ég hef aldrei gert það ef ég var ennþá lofthrædd. Já. Þetta nú ekkert mikið lofthræðsla sko. Nei, en þegar fólk laus við fóbíuna, það áttaði sig kannski ekki á því að því það þarf ekki lengur að vara sig á þeim hlutum sem það var að forðast. En hræðsla við dávalda? Já, eins og ef þú ert fær fólk til að hætta að vera hrædda við ninjur og það voru bara engar ninjur að elda mig, bara merkilegt. Já, þá hætta þær bara að koma. Ég veit ekki hvort ég hættur að vera hræddur við ninjurnar, það voru bara engar ninjur, bara... Já, það er þetta sama sko, eins sem vera hræddu við dávalda, ég veit eitt svo listæmi frá Ameríku, en það með alla fóbjur, þetta eitthvað sem þú þróar með þér, þú verður eitthvað atvik þar sem þetta byrjar og svo þróar þetta með þér og það stækkar og stækkar og stækkar. Ég sá til þessi fjölmjörnum daginn, það var ræða mjög undarlega fóbíu, það hræðsla við hræðslu og það lítur að vera mjög vont að vera haldið því. Það er svo kvíði fyrir því að verða hugsanlega kvíðin. Já, það var manneski sem ég þekki vel, hún hrædd við fugla og fyrir vikið og fyrir hún voða lítið niður í bæja því að það er tjörnin og hún forðast þetta svæði. Ég sagðist geta hjálpa henni og hún sagði nei, hún vildi það alls ekki því að ef hún hætti að vera hrædd við fugla þá færi hún kannski nálægt tjörninu og þetta ægilega sem hún var hrædd við myndi þá kannski gerast. Já. Þó hún gerir sér enga fyrir hvað það væri. Þetta ægilega. En þetta náttúrulega hjálpar þá fólki sko að því að fóbjur eða hræðslur, svona hræðslu einkenni mjög félagslega heftandi. Já, það getur verið það og það elur á sjálfur sér. Því þú finnur allt sem þú sérð og til þess að staðfesta þessa hræðslu frekar heldur en að losa þig við hann. Já. En hvað ef þú myndir lækna einhvern af lofthræðslu? Og svo myndir þú frétta að hann datt mér að hafa turni og dó í fallífastökki. Myndir þá vera stoltir eða skammast þig? Já, sko, ég get alveg sagt að það gerist. Aðgerðin heppnaðast sjúklingurinn dó. Nei, vegna þess að aðgerðin að losa þig við óeðlilega hræðslu. Já. Aðgerðin ekki að hjálpa að hætta að vera varkár. Nei. Þannig að þú myndi aldrei detta fram af svölunum. Þú myndi alltaf vera varkár eins og varst. Þú þorir að fara út á svalirnar. Já. Það myndi væntanlega þá vera varanlega læknaður sko. Það ekki? En þetta með sykurinn sko, eins og ég gerði það, að gallin var að svo fór ég í ferðalag þar sem að var ekkit nóg að borða, ég átti enga pening og það var bara kaka og ég borða hana bara og þá var ég bara fallin, skilur, bara eins og alkoholisti sem fær sér bjór sko. Já, en það líka hægt að hugsa að þannig, ok, ég fæ mér sykur núna en þetta skipta og svo er það búið. Það bara skiptir ekki máli þó ég fá mér einu sinni, það bara breyti því ekki, ég ekkit fallin. En svona byrjar afnýtun nefnilega, þetta bara einu sinni og þetta bara einu sinni í viku. Já, menn það bara einu sinni skiptir ekki máli en leið og ferða að telja upp að þá og það er sama sko, munurinn á að hjálpa fólki að létta sig og hætta að reykja. Þú getur hætt að reykja, þú getur látið sígarettum vera, en þú hættir ekki að borða. Þú getur ekki hætt að borða alveg. Þannig þú þarft að breyta venjun þínu þannig að það séu eins og þú vilt hafa þér, frekar heldur en eins og varst vanur að hafa þér. Ég held kannski líka að það þurfi að gera fólk meðvitað eins og segir að eins og eitt lykillinn að þessu er að hætta að líta á sykur og nammi eitthvað sem þú getur yfir höfuð borðað. Af því ef þú ert að hugsa, ég er nú búin að vera svo þægur núna, skilur, má ég ekki borða brjóstsykur sem ef þú fer að hugsa þetta, þá ert alltaf annars lagið að segja já, ég má það. Þú átt bara að hætta að líta á ákveðna hluti, þú getur ekki hætta að borða mat, en þú átt að hætta að líta á eins og sko ís og nammi og kökur sem eitthvað sem að þú getur borðað. Já, það myndi ég halda að sé... Það er nefnilega bara matur líka. Það er samt ekki matur. Af hverju ekki? Það er nammi. Já, þarna liggur vandamáli. Ef þú lítur á allt sem setur uppi sem mat og að kvöldmaturinn var þá kannski bara súkkulaði, prinsból og ísinn sem ég fékk mér á hann. Af því þú ert búin að borða það sem þú þarft, þú ert búin að fá þar hitaðeiningar sem þú þarft plús, þannig að þú ferð ekki og ferðir svo
kvöldmat og það. Já, en ef þú borðar alltaf súkkulaðiköku í kvöldmat og morgunmat eitthvað, þá grennistu sko örugglega ekki. Já, það er akkurat málið, þú gerir það ekki alltaf. En þegar þú leifir það, þá sért ekki að við tölum um þetta nýlega í þætti, vorum að tala um offitu og frá öllum liðum, bæði út frá fordómum gagnvart offitu og líka kannski svona, tala um svona afneitun sem að fólk er oft í þegar það borðar og það er svo oft sem að fólk segir ég borða ekkert mikið nammi af því að þú bara svona svolítið velur og hafnar í huganum hvað þú manst, þannig að þú ert kannski alltaf borðandi eitthvað svona sem og það er kannski eitthvað sem að dálislan getur gert er að venja þig af þeirri hegðun að vera alltaf að svona fá þér einn og einn móla. Ja, það er það sem dálislan gerir, hún hjálpa til þess að breyta venjuðinum á þann hátt sem að þú vilt gera en þú á endanum þarft alltaf að gera það sjálfur dálæðurinn gerir þetta ekki fyrir því en þú þarft alltaf raunverulega að borða minna þú þarft alltaf raunverulega að geyma nammið eða hvernig sem þú gerir það en dálæðurinn hjálpaði til þess að auka vilja styrkin sjálfströstið og það sem þú þarft til þess að komast í gegnum þetta. Já, en það náttúrulega svona kjaftaði þegar þú getur kannski dáleitt hugan til þess að breyta orkusviðinu þínu svona brennslan breytist eitthvað svona það er náttúrulega bara svona Nei, ég sé það ekki alveg Nei, það er bara bull Þannig að endilega ykkur segir ykkur það ekki fara í dálslu hjá svoleiðis aðalega En þú ætlaðir alltaf, við fengum þig núna líka meðalans af því að þú varst fyrsti gesturinn í fyrsta flæðiskers þættinum Já. Og þá sagðistu alltaf dáleiða Jóa og Jóa átti að koma til þín en Jói þorði það aldrei Eða hann mætti aldrei, ég veit það ekki Ég var bara til að finna mig tíma í það Þú þarft fyrst að dáleiðan til þess að ætla að mæta til þín Já. Og svo þarf það að dáleiðan Hvað er slæðið dávalda? Já, það bara stendur en þá hann er velkomin þegar hann vill eða hann vill Já. Ég ætla ekki að fara að pína hann í það en Mér langar samt svolítið að pína hann í það en ég get allavega sagt þér eitt að í sambandi við dáleiðslu að það hefur komið til mig fullt af fólki í dáleiðslu en í raun og veru þá hef ég bara dáleitt einn aðila sjálfa mig því að öll dáleiðsla er sjálfsdáleiðsla þegar maður fer í gegnum þetta með einhverjum sem situr fyrir framan og er að minna gæslega dáleiðan að þá er maður að hjálpa honum að komast í þetta ástand sem við köllum dáleiðsla og dáleiðsla er kannski aðeins og hlaðið hugtæk maður ætti að finna eitthvað annað orði við það en fólk gerir þetta allt saman sjálft allt sem ég geri er að hjálpa því að komast, taka þau skref sem það þarf að taka Já, þú ert að hjálpa þeim að koma sjálfum sér í ákveða ástand í rauninni, þú ert eins og svona hvatningar aðli Já, ég ber þetta stundu saman við það þegar fólk svæfi barn þegar þú svæfi barn þá gerir ekki svona sko Nei Þú bara setur það í rólegt ástand og barnið sofnar nákvæmlega þegar barnið er tilbúið til þess að sofna ekki þegar þú vilt það Já, dáleiðsla virkar eins þú hjálpar fólki að komast í þetta ástand og þegar það er komið ángað og tilbúið til þess að gera þá gerist það Já, það er eins og maður sér kannski oft í svona myndum og fantasíu það sem einhver svona vondur kall dáleiðir til þess að vera með í óvinaliðinu eða eitthvað hann dáleiðir til þess að gera eitthvað sem myndir aldrei gera það er í rauninni góðsögn það er ekki hægt þú dáleiðir einhvern þegar hann vill láta dáleiða sér til þess Já, og þú dáleiðir fólk bara fólk það gerir það sem hann vill gera Þannig að dávaldar eins og Seilis eru bara blöffarar Já, hann er að sortir út og finna fólk sem er tilbúið til þess að taka þátt í einhverju vitleysu upp á sviði og það virkar og það er bara gaman og sá sem er upp á sviði, hann skemmtir sig jafnvel á áhorfundunum Já, því að þú ferð upp á svið með Seilis eða einhverjum öðrum dávaldi með það markmið að láta hann ekki dáleiða þig þá getur hann það ekki ef þú segir ég ætla að vera hérna og ég fæ 1.000.000 ef hann er ekki að dáleiða mig þá náttúrulega mun hann ekki ná að dáleiða mig Já, hann sortir út fólk sem er tilbúið til að taka þátt í þessu og sendir hérna niður Akkurat Þannig að það er mjög gaman að horfa á dáleiðslusýningu vitandi það að viðkomandi tekur þátt í þessu, hann gerir sig kannski ekki grein fyrir því en hann er aldrei að gera neitt sem hann er ekki tilbúin til þess að gera En ert þú með eitthvað áramóta heiti núna? Ekki Nei, ég hef bara aldrei strengt áramóta heiti þannig ég hef bara aldrei Best að hafa bara ekki væntingar á háar Ég var samt að ekki ágætt áramóta heit að heita því að ætla að strengja áramóta heit Já Það ekki En mér dætti eitt í hug í ljósi síðasta árs og hvaða rugl er búið að gerast á síðasta ári hvort að við getum ekki strengt svona áramóta heit við Jói hérna að fara út í stjórnmál með flæðiskerið af því að þegar að sem sagt hlýnun jarðar verður meiri og meiri þegar allir í afnýttunum þetta sé að gerast og brennur bara meiri kolum og opnum gamlar kolumnámur skýt saman þó að borgi sig ekki eitthvað að þá verður Ísland kannski alvörunni flæðisker og við getum verið með sem sagt þetta slagorð gerum flæðiskerið frábært aftur
og bæði fyrir þáttin og svo fyrir landið og fara út í stjórnmál. Það er rétt, það er sniðut. Það virkar. Hvernig væri það? Það myndi virka, pottið. Heldur getur verið kosin sem eitthvað? Já, alveg pottið. Flæðiskerari ársins. Þú getur verið sko... Getur verið kosin sem bæjarfíbl Kópavogs árið 2017. Já, ef illa fer sko, þá getur verið kosin konungur hafsins. Já, nákvæmlega. Já, við erum eiginlega á flæðiskeri hérna á Íslandi. Já, þetta er allavega... Miðað við þær spár sem að... Við komumst alltaf skrefinu nærði að Ísland verði eitt lítið flæðisker. Já. Og svo erum við líka búin að flæða hálendið, þannig að það verður ekki eins og nægt að flýja upp á fjall. Hálendið, nei, hálendið er bara í Sultartangalóni eða eitthvað. Ísland er nú það hálend land að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Nei, það verður alveg meira land eftir heldur en ekki. Ég held það. Við erum í góðum málum hérna. Já. En það er spurning, sko, er erfiðar að dáleiða Íslendinga heldur erlenda einstaklinga eða er eitthvað munur á þessu? Nei, það er engin munur. Engin munur? Það er alveg það sama. Það er bara fólk sem er tilbúið til þess að slaka á. Móttækilegt. Já, sem er bara tilbúið til þess að vera að gera þetta. Já, þetta er þetta í rauninni svona meðvitundar opnun eða svo þess? Þú getur kannski kallað það, ég hef aldrei hugsað það þannig. Já. En við höfum nú oft skipt svona í meðvitaðan huga og undirvitundina. Það sem meðvitaði hugurinn sér alla gagnrýna hugsun og undirvitundin gerir svo það sem þú gerir ósjálfrátt eða tekur beint við. Í dálistu þá er gagnrýna hugsun í raun og veru svæfð. Já. Og það tala beint við undirvitundina og undirvitundin það annarkvort samþykir að hafnar því sem hún segir. Og áður en maður dáliði fólk þá maður rætt við það, hvað er tilbúið og hvað er vill og svo endurtökum maður það sem fólk vill heyra þegar það er dálegt. En þú hefur maður sagt við mig að þetta sé svolítið eins og draumaheimurinn af því að þú ert með þessa dulutund sem er í rauninni svolítið laus við gagnrýna hugsun og flæðir bara meira og hugsanar komu upp. Já. Eða var það ekki alveg? Já. Minnum að hafa talað um þetta að væri svipað á draumar. Já, ég veit ekki hvað draumar eru en það getur vel verið. Það eru mismunandi hugmyndir hvað draumar eru. Já. En þegar þú ert að sofna, ég get sagt þér það, þegar þú ert að sofna að þá lendur í dáliðslástandi. Já, það var það sem maður hefur kannski verið að tala um. Já, rétt áður nú sofnar að ef konaðin til dæmis spyrði einhver og þú bara ruglar þá ertu í þessu ástandi sem ég kalla dáliðslást. Já, það sem að þú svarar bara einhverju sem að er í hausnum á þér. Já, þú ert að hugsa um eitthvað. Þú vaknar skyndilega úr þessu dáliðsla ástandi svona eins og þegar þið finnst þið verið detta. Já, það fyrir aftur, það er bara mjög einstaklingsbundið. Fólk getur gert það en það er... Besti kannastu þetta nefnilega. Það var allt í nú hrökka við og finnst það detta. Já, mér finnst nefnilega oft þegar mann dreymir að þá koma bara eitthvað svona hugmyndur og það tengjast mjög laust og ég man mjög oft vel draumana mína og það er alltaf svona ákveðið samhengiði menn samt alveg gæst lórugrétt. Þú lappar eitthvað staðar inn í einhvern kastala og svo ert allt í einu ekki inn í sama landið þú varst áður og þú ert að tala við einhvern og allt í einu er hann einhver annar sem er svipaður eða eitthvað. Það er ekkert svona sem er fast. Ein persóna breytist í aðra, þú ert stundum þú ert stundum að horfa á eitthvað gera stundum ertu allt í einu komin í það. Þetta heldur þræði en það er eiginlega allt, það er hægt að svissa öll út og breyta öllu einhvern veginn. Já, en meðan þið dreymir, þá er þetta raunveruleikin þinn. Já. Þá er þetta bara raunveruleikin. Raunveruleikin er ekki að þú getur gengið og getur ekki flóið eitthvað slíkt. Nei. Raunveruleikin er bara draumur og meðan þú ert í þessu hugarástandi. Það sem er að gerast er bara raunveruleikin þá. Það sama er í dálislu. Þegar þú ert dálitur þá ertu í þessu hugarástandi og það er bara raunveruleikin þá stundina. Þannig að já, þegar Seilir segir þér og sért selur að þá ertu bara selur. Eins og í draumnum að þá getur allt í einu verið selur og þá ertu bara selur. Já, en á sama tíma veistu þú ert ekki selur og veistu þú ert maður að leika sel. Já, í draumi þá ertu kannski bara selur. Já, bara eins. En mér finnst stundum, þegar þetta kemur fyrir að mér dreymir eitthvað svona dót, þá stundum er eins og svona rugghugsun allt í einu grípið þetta og segi, nei, þetta getur ekki verið og þá allt í einu byrjar draumurinn að breyta sér í takt við raukhugsunina. Ég veit ekki, fólk sem að mann draumana sína vel kannski við þetta, að allt í einu kemur raukhugsunin og segir þér hvað, þú veist, þetta getur ekki verið svona, þú getur ekki bara, þú veist, mér dreymir einhver sé elda mig og allt í einu búin að töfra byssu til þess að skjóta það, því ég vil ekki láta það ná mér og allt í einu fattar drauminn, þú varst ekkert með byssu, þú gast ekki bara töfra byssu og byrjar svona að rífast við drauminn og hérna, raukhugsunin kemur og tekur það sem er til dæmis óþolandi með draumastundum er sem við varum að tala um að maður dreymir kannski maður sé með einhverjum öðrum konum en konunum hans, maður er náttúrulega kallmaður og eitthvað svona, það kemur ítrekka fyrir mig að mér dreymir að ég er með einhverjum öðrum konum og í draumnum í byrjun kom það aldrei fram að ég væri giftur
að því þið dreymir stundum aftur í tíman, þið dreymir stundum eitthvað sem var raunveruleikið þinn áður en að nútíminn tók við, að þú ert kannski í menntaskóla aftur, út kannski í grunnskóla aftur eða eitthvað, og mér dreymir ofta að ég þú veist, ógiftur maður og ég er bara með einhver konu eða eitthvað, svo allt í einu maður rökhugsun að ég er í raun og veru giftur og þegar ég er í miðju þá allt í einu kemur, þú ert að halda fram hjá helvítis fátiðin og ég bara, af hverju sagðir mér það ekki áður en ég byrjaði á því að ég var ekki eftir það svona líðinvæslu illa og vakna mig ekki eitt samvinskupið. Það er allavega gott og hafa þá samvinskupið í því. Já, heldur betur maður. en hérna, fyrir fólk sem man ekki drauma sína og margir gera það ekki, það veit það ekkert hvað er að tala um, en hérna, þeir sem að muna drauma sína kannski tengja. En þetta með, eins og með rökursuna, ég sagði á hana að þegar fólk verið dáleitt þá var hún tekin til hliðar og talaði beint undirvitunduna, en rökursun er alltaf til staðar, þannig að ef þú biður fólk að gera eitthvað sem er alveg út í hött, hoppa út á gluggan eða eitthvað álíka, það er enginn að fara að gera það, rökursun stoppar þig af alveg eins og þú sagðir. Ég hef samt séð þig að takast að samfæra einhver konum að þrýfa ekki til og láta hann síðan telja puttan á sér og hann taldi 1, 2, 4 og eitthvað og taldi 11 og ertu með 11 putta og hún fekk svo mikið svona einhvern veginn svip eins og það væri eitthvað verulega að þetta var eins og þetta truflaði hann þetta væri óbúslega óþægilegt þannig að þú fékkst hana til þess að aðeins lítið fram hjá ákveðni rökhugsun. Já, nákvæmlega þetta var, allt sem ég baði hann að gera var að hvort hún væri til í að gleyma þarna ákveðni tölu og hún gerði það bara fyrir mig, gleymdi tölunni svo þegar þessi sýning var búin þá þarf hún á þessari tölu að halda, hún þarf á 3 að halda. Þannig að það hverfur bara þar með. Já. Til dæmis ef að bíllinn hennar væri með númerið 333 eða eitthvað. Já, ef hún hefði verið bókhaldari til dæmis, þá hefði hún aldrei verið til í að gleyma þessari tölu, þá hefði þetta að gera eitthvað annað. Já, akkurat. En þetta var bara sýning og hún var að taka þátt í sýningun og hún var tilbúin að gera þetta þar. Hvað myndi svona prestur gera ef hann gleymir 3 og heilög heilög þrenning? Ég veit ekki. Það skiptir prestin máli í messunni. Það myndi ekki skipta prestin máli þegar hann staði fyrir fram fólk upp á sviði. Nei. Þannig að hann myndi ekki gleyma þess að þú segður hún síðan að predika. Nei. Já. Magnað. Ótrúlega magnað. Já. Þannig að þetta er stórmerkilegt. En hvernig er það sko, hefur ekkert hérna lendi í einhver svona undarlegum atburðum í kringum dáleiðslu? Undarlegum atburðum? Já. Eitthvað óvinnilegt sem hefur komið upp á þegar þetta dáleiða fólk? Já, það er nú oft óvinnilegt eða svona, fólk kemur og segir mér ég er lofthræddur eða ég hef flughræðslu af því ég lendi í þessu atviki þegar ég var þetta gamall og svo framvegis. Svo dáleiðu við komandi og ég beði hann að farðu á þann stað þegar fyrsta skipti varst flughræddur til dæmis. Og þá er það ekki þessi atburður heldur eitthvað sem gerist áður. Já. Það var bara þessi atburður sem hann man svo vel eftir. Það var í fyrsta skiptið sem að afleiðingarnar komið fram af því sem hafði gerst áður. Já. En getur fólk ekki stundu verið með falskar minningar í rauninni sem að það heldur að sé minningin og ástæðan fyrir af hverju það var hrætt? En það er það kannski ekki? Jú, það er alveg möguleiki, sko. Og ég meina, það var einhvern tíma sem kom til mín kona sem var hrætt í geitunga og svo þegar dáleiðslunni lauk þá því að ég vissi svo sem ekki hvað hún hugsaði því ég les ekki hugsanir að þá segir hún, ég var aldrei hrætt við geitunga, ég var hrætt við bíflugur, svona randaflugur. Já. Svo bara þegar geitungarnir kom til Íslands þá flutti ég það yfir. Já. En ég meina, ég man einhvern tímann eftir að hafa verið með minningu sem krakki og núna finnst mér þetta ekki vera raunveruleg minning en ég man eftir að hafa haft minninguna og ég bara veit hún getur ekki staðist. Af því að ég myndi einhvern veginn eftir því að hafa verið á klósitinu, þetta er svona hræðsla sem hefur kannski út krakki og skilur ekki alveg hvernig heiminu virkar. Ég myndi eftir að hafa verið á klósitinu og dottið hún í klóstið og verið komin svona fastur nýra mitti í klóstinu og hrópaði á bróðum minn að koma að bjarga mér og hann hafi tóðað upp úr og þetta náttúrulega getur ekki staðist því að klósett sko rotta kemst upp það en krakki getur ekki styrtast inn klósett og verið komin upp á mitti. Þannig að ég náttúrulega hugsaði bara, þetta er fölsk minning, mér hefur dreymt þetta eitthvað en ég myndi þetta eins og þetta væri satt. Já, þú gætir að setja í bíómynd. Þú bara tekið þetta inn sem þína eigin upplifun. Það er einmitt svona frægt dæmi tekið á Ronald Reagan, þar sem einhverju ræðu talað það þegar hann hefði verið í stríðinu, ég man ekki hvort það var í seinni heimsstyrjöldinni eða hvoru í stríðinu, ákveðið atvik sem hann mundi bara mjög vel eftir og hann hefði upplifað, þar sem einhverjum var bjargað og hann hefði verið þarna einn af áhörundunum í hersveitinni og þetta var bara hans, sko. Já.
það kom svo í ljós einhverjum viku að mánuði setna þegar einhver fór að grafa í þetta var atriðu bíómynd. Já, ég mitt hvort hann hafi verið auka leikari eða bara síðan, ég veit það ekki en hann upplýði og taldi sig hafa lent í þessu. Já, hann var náttúrulega bíómyndaleikari. Hann var leikari, leikið kúrgamyndum og eitthvað og hann var svona kannski svona fyrsti trúðurinn til þess að vera Bandaríkjaforseti og verri ætti eftir að koma seinna minnst 2 verri. En til þess að flæðiskir útvarpið sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég, Jón Víðis töframaður og Dávaldur, hann hérna hjá okkur eitthvað og við ætlum að fara við auglýsingar og koma svo að vörmespori eftir eitt dáleiðandi lag. En mér datt í huga því við vorum að tala svona hræðslur og fóbíur og eitthvað svo leiðis að það eru margir með svona hræðslu fyrir sjónum og fyrir dýft og að sjá ekki á botnin og svo leiðis. Já, ég og Rökkvi við erum svona ég var rosalega svona sem krakki sko, ég var stundum hrættur við hákarla í sundi og eitthvað sem náttúrulega gessamlega óröggrétt en bara, og sérstaklega sjór ef ég sá ekki botnin sko og var að synda eins og Mallorca, ég var rosalega hrættur. Skilgreining á fóbíu órökkröld hræðsla. Já, það mjög ólíklegt að síður raun og veru hákarlarna sem að muni býta þig, það mögulegt en það líklarði í bílsessi. En ég ætla núna í sumar að fara til Kolmården í Svíþjóð og þetta var eitthvað sem ég sá þegar ég var fyrst 17 ára í Danmörku og sá ég þetta væri hægt. Að þeir eru með svona hákarlabúr, það sem maður mátt kafa onni til hákarlana. Og ég fekk köfunaréttindi svona árið 2000, þannig ég ætla að fara og gera þetta núna í sumar að kafa með háköllum, þannig að í búri. Ég held að sko því miður held ég að daginn sem við erum að þá farur í búri onni og gefur þeim að borða. Ég myndi miklu frekar langa til að ekki gefa þeim að borða og synda. Ég ætla að vona að þú verður ekki maturinn. En er þú maturinn? Er þeir að gefa þeim að borða ég þú? Ég held að það verður þannig að ég fari onni í búri og í köfunarbúningi og fóðrið á sem örugglega gaman en ég hefði frekar vilja synda í rauninni með þeim frjáls en þú getur náttúrulega augljóslega ekki fóðrað á og synd með þeim á sama tíma nema þú sért mjög vel þjálfaður og nú vil láta býta puttana þér. Ég þekki ekki hákarla en borða sérst úr höndunum á þeim, heldur það? Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta fer fram en þú fóðrar það á einn annan hátt. Þeir borða höndina. Já, nákvæmlega. En þetta var rosalega fyndið að auglýsingin þarna fyrir Svíþjóð er sem sagt fyrir þetta akvarium er að sem sagt það stendur þarna sandtíkur hákarlinn er stór 2,4 metrar og getur valdið persónulegum skaða. Það stránglega bannað að koma við hann en litlu hákarlinum þeim áttu klappa. Það er frekar fyndið. Það er ekki eins og sért mikið að klappa hákarlum í hugleikt sko. Nei, en svo er allir að segja ertu klikkar, þetta er hákarl 2,4 metra hákarl getur léttlega drepið og ég bara já það er alveg rétt en belja getur alveg líka léttilega drepið þig og hún vill það. Já, hún dettur bara á því. Eða hestur, ég veit bara, ef hann sparkar í þig eða belja stangar í mér, hún drepur þig á 1,10 sko. Já. Það er líka tilfyllt að hákarlum og þeir eru ekki allir hættuleg. Nei. Og ég meina að þú veist, við gætum líka getið og drepið kannski endurnar út á tjörn en við nennum því ekki. Það var reynda fréttar af því núna í haust að það veiðast hákarlar einhverstaði þorlákshöfnina sem eru ein hættulegasta tegund heims. Já, en ein hættulegasta tegund heims af hákarli er samt bara eins og þú veist, ég veit það ekki, eitt hættulegasta blóm í heimi. Þetta er ekkert líkurnar og sér drepina bláhákarli eru alveg bara hverfandi litla. Já. Hann er kannski topp 5 af hættulegustu og sér hættulegasti drepur nokkra hræður. Hér á Íslandi er það sjálfsagt ekki mjög hættulega þar sem menn eru ekkert mikið að synda hérna út í sjónum. Nei, við erum ekki mikið út í sjónum, þeir sem fari í sjóinu þeir eru hérna í Fossvoginum. Já, við ströndina, þeir eru ekki að synda sko kílómetri út eitthvað. Nei. Það er nefnilega málið. Þannig að það er kannski ástæðlega sótti að vera hættuð í sjóin hér á Íslandi og þó ekki út eftir út í hann maður getur lent í marglitum ef þú dettur út í sjóin þá náttúrulega derðu kulda og drukna já, það er rétt og svo er náttúrulega alls konar kvikindi í sjónu sem geta en það er ekki þar með sagt að þú lendir í þeim það er alveg munur á því að vera hrættur að hafa fóbíu og forðast eða að vera bara eðlilega varkár já. Og það er náttúrulega í kafaranáminu að þá, eða námskeiðinu þegar þú fær kafaréttindi að þá er talað að það sé mikill miskilningur að hákarlar séu það hættulegasta í sjónum fyrir þig að það séu marglyttur og ígulker þú brennir það marglyttum og þú stígur ígulker og þetta er ekki dýr sem að ráðast á þig þú einhvern veginn stígur á þau þú lendir í þeim klaufast til þess að verið samskiptu við þau þannig að þetta er svona slísið óvart já. En þetta er einmitt það er alls konar svona fóbíur sem fólk er haldið eins og þetta sjávarfóbían sko. En er einhver svona
sko, ég ekki haldið neitt ofsarhæðslu, þú veist, ég get alveg verið nálægt sjó og eitthvað slíkt, sko, en það er svo mismunandi stig, eða ekki, af hræðslunni. Jú, og það er ekkert, sko, það er ekkert erfiðar að hjálpa þér að vera með einhverju hærri stíð eða einhverju alvarlega og svo er líka spurningin hvað þetta er alvarlegt því að eins og vinkomin sagði, sko, hún var með fóbíu fyrir fuglum og vissi það en þetta er ekkert alvarlegt. Ég meina, ég fer bara ekki á staði þar sem eru fuglar. Já, þetta heiðilegur ekkert lífinar. Já, ég meina, þetta takmarkaðan að því leita, hún fór ekki niður í bæ, til dæmis. Já. Og þegar hún fór til útlanda, þá forðast hún staði þannig að þetta styrði henni heilmikið, áður sem hún gerði sér kannski fulla grein fyrir því. En fólki sem var með henni, það var ekki alveg til í að taka þátt í þessu alltaf. Nei. Og skildi ekki þetta. Og svo er þetta erfitt fyrir manneskjur sem er haldin einhverju fælni að reyna einhvern veginn að því að það er fyrsta viðbragð alltaf að reyna að fela hana. Þú vilt einhvern veginn ekki að maður vita að þú sem með ég meina, rökkurinn segir bara þetta er óeðlilegt, þú átt ekki þér á ekkert að þú átt ekki að vera hrædd við fugla. Já, og ef þú ert krakki þá stríða kannski aðri krakkar þér á fælinni og þau ert fullarinn og með hóp einhverstar og hann ætlar að fara eitthvað og þá segir bara að mér líður illa. Já. Það er ekki að segja ég er hræddur við endurnar. Nei. En heyrðu, við ætluðum svolítið að rifja upp flæðiskeiðið og hvernig það byrjaði. Hvernig þessi vitleysa kom all til. Já, það ekki. Af því að það er núna rétt rúmlega ár síðan við byrjuðum og við erum búin að einhvern veginn halda okkur á floti, erum ekki búin að drukna eða deyja úr kulda en þá á þessu flæðiskeiði. En það var sagt þannig að árið 2008 þá var ég upphaflega með þátt hérna. Það er eins og það sé bara heil mannsæfi síðan, maður er svo gamall. Já. Og þá var Jói sem sagt tæknimaður, eða gott að þú varst ekki að selja auglýsingar. Það var eitthvað, ég man ekki hvað ég var að gera þá. Þú varst þarna einhvers staðar í bakgrunnum heldur. Já, ég var í bakgrunnum. Og án þess að við rifjum það upp með hvað það var, þá einu sinni hringdir þú inn sem nafnlaus innringjandi í þáttinn sem að hét hérna hinn eini sanni. En síðan sem sagt hætti sá þáttur, hann meðstjórnandi minn var eitthvað ósáttur við hlutina og strunsaði út og þar með var þátturinn okkar búinn. Svo sættist hann aftur við alla hérna og allt það en mér langaði alltaf að koma aftur með þáttinn og ég og Jói vorum alltaf í bandi, þú veist, alltaf svona reglulega gegnum árun einhvern veginn, eigum að fara að vera með þátt, við tveir og eitthvað svona og ég man að 2012 þá byrjuðum að eiginlega hverja ára að tala um þetta og svo var það þannig að ég var að vinna dagvinnu eins og flest fólk sem ég misti og ákvað bara fjandinn hafið það, nú ætla ég að gera það sem er skemmtilegt. Já. Og fór bara að vera óábyrgur astni og fór að leiðsegja sem satt á nóttinni norðurljósaferðir og sagði, þú veist, hvað er það sem ég get gert núna sem ég hef tíma fyrir sem að, þú veist, mér hefur alltaf langt að gera og það var þátturinn. Þannig að við byrjuðum aftur með þáttinn og ég fór að leiðsegja og vera með þáttinn og vera með uppistand. Allir brjálaður út í fjölskyldunni að ég veri óábyrgur plebbi að vera ekki með dagvinnu. Og mér datt allt inn í huga allt sem ég gerði, öll vinna sem ég gerði var að tala. Ég talaði í útvarpi, ég talaði í rútum og ég talaði á sviði og svo sem sagt endaði á því að Mætti kannski að það vinna við símsvörun. Já svo endaði sem sagt á því eftir alla þessa gagnrýni frá öllum að bara þetta er svo óábyrgt og eitthvað svona lalala, ég veit ekki hvað að ég var 11 sem sagt kvöld í burtu í röð að leiðsegja og vera með uppistand og þá ákvað ég bara já, fjölskyldu, ég vil halda henni og fekk mér eftir dagvinnu en hélt áfram að vera í útvarpinu þannig að og hér erum við nú. Hér erum við í dag, gaman aðeins. En þá búið að sparka mér í sjóin af þessu flæðiskeiði. Ég er búin að reyna að mörgum sinnum. Já, þú ert búin að setja mig í bann nokkru sinnum. Já, með kút líka. Ég fór í bann eftir ég talaði um internetvitlýsingin Kristján. Ég lokaði stúdíónu, hleypti þér ekki. Já, ég fór í bann eftir að ég gerði pínu grínað ítarvöxnu fólki einu sinni. Já, ég setti þið í bann, sko. Og hvað fleira? Ég man ekki allt. En við veist kannski svona helst það sem ég hugsa núna við fengið rosalega mikið af skemmtilegum gestum gegnum tíðina en mér finnst svolítið svona upp á síðkasti við höfum verið svona pilsupartí. Já, manda konundar. Já, ég held að síðasta kona sem við fengið hérna í þáttinn hafi verið Leonsi í november. Já, það er gaman að fá hana eftir. Já, það verið mjög gaman að fá hana eftir ef við getum en mér finnst það kannski svona helsta sem við mættum sjá að okkur með. Já. En endilega fyrir fólk sem er að hlusta að ég er ekki með aðgangað studio@útvarpsaga þannig að þið megið endilega senda mér bara e-mail á rökkvi@gmail.com
og bara tala hvað þið viljið fá í flæðiskerið og hvað þið viljið ekki fá og þið eru með eitthvað sniðut endilega bara hafið samband já, ef þið eru með hugmyndir fyrir eitthvað sniðu gesti og ef þið viljið skamma mig fyrir að vera dóni eða asni eða vitleysingur þá endilega, ég skal lesa bestu svoleiðis upp í strax í næsta þætti ef það kemur eitthvað eða þar næsta fyrir eftir hvernig þau koma þannig að endilega bara sendi mér línu rökkvi@gmail.com og svona segið mér hvað þið viljið og hvað þið viljið ekki og sendið mér ástarkveður eða haturskveður og hótanir Það er fáið eftir því það sem býður þetta það er gaman að þessu það eru búin að vera talsvægt margir gestir hjá okkur það eru ýmsir frægir já, ég held að við sem örgulega fyrstu til dæmis til þess að hafa almennilegt viðtal í fjölmiðlum við Leon C sem ekki eitthvað svona rifrildi þú veist, hvort að hennar skoðanir séu réttar eða rangar eða eitthvað heldur, bara svona viðtal við hana persónulegt viðtal já, persónulegt viðtal og meira kannski hennar bakgrunn og svona heldur en bara kannski hana sem listamann því að það er náttúrulega alltaf skemmtilega að fá innsýn inn í fólk já, hún hefur verið mikla sögu og var afskaplega gaman að fá hana einmitt og ræða hennar líf bara hvernig volst hún upp og vonandi getum við fengið hana aftur ég held að við náum að plata hann einhvern tímann já, við erum að vinna í því hún er reyndar velta fyrir sér að flytja volandi já, ég held hún sé komin með svona annan fótinn til Indland svona. já, enda vinsæl það líka já. Og ég sá nú að hún var að skemmta einhverslega daginn, ég held að það er bara í kringlunni eitthvað fullt af fólki já, það býtu, ég held að hún væri ennþá í Indlandi núna nei, sko, þetta er sannlega góð mynd sko, en nú var að syngja og dansa og mjög skemmtilegt já, og svona ég myndi segja svona gestirnir sem að mér finnst ég að bli skemmtilegast að fá sem að fá mig svona til að ganga aftur í barndóm kraftakallar það eru kraftakallarnir já. Magnús Ver og Hjaltúsius að þá bara verði ég svona eins og svona krakki í namibúð verð bara sem svo aðdándi frekar en spyrill bara svona, já og svo lyftur hvað getur lyft mörgum 100 kílóum alveg og það verður sterkur leikur að fá það saman þeir eru reyndar eitthvað ekki bestu vinir í heimi þeir eru með ég svo sem þekki ekki smáatriðin og svo sem ekki gaman að fara út í það en það er eitthvað þannig að annar er með sterkast maður Íslands og hinn er með sterkast maður á Ísland og eitthvað svona þannig að þeir eru ekkert eitthvað svona þeir eru með eitthvað tvennt ólíkt í gangi þannig að ég held að það væri erfitt að fá þá saman en heldur að myndi bara slást nei veistu það er bara málið að fólk heldur alltaf svona kraftakalla síðu volið í slagsmálhundar það er bara mikill misskilningur það er mikill munur á því að lyfta hlutum og misstyrma já, það er bara málið og einhverju fólki og sko, rólegri menn hitti maður eiginlega bara ekki sko nei, það er bara svoleiðis ég held að þeir eru búin að lyfta svona halvu tonni eða eitthvað að þá, sem sagt, það er ekkert miklu orku í eitthvað annað já, þú þarft heldur ekki að sanna þeim neitt nei, það er málið sko þú ert svolítið eins og köttur í kringum úr sko já, maður finnur það ennþá ef maður tekur í hendina á þessum mönnum þó þeir séu ekkert ungir lengur, þeir eru löngu komnir í sitt besta, bara krafturinn í bara handatækinu og öllu, þú finnur bara ef þeir vilja kippa þér til sín bara og láta þeir bara klessa á sig eins og vegg þú veist, eins og verður í svona teigjustökki já, ég held við tókum eða var það ég og Magnús Ver sem tókum krók var ekki Magnús? Sannlega Magnús, já, við tókum krók ég flög næstu í gennum veggin bara já, Magnús hann er langt síðan hann hætti að keppa á tindi síns fyrir, hann er ennþá að samt að taka í hnéböyu 300 kíló já þeir halda sér í formi sem er geggjað og hvað er langt síðan Magnús Ver var sterkast maður heims, mástu það? 1996 var held ég síðast skiptið þannig að það eru komin 21 ár og hann er ennþá í fanta formi sko já, er hann ekki með jakabóli? Ég minni það, hann er með jakaból Hjaltúsius er með lyftingastöð Mosesbæri eða eitthvað sliðis þar er þetta þjálfaði með velja og koma sér í form og svo er þetta að láta dáleiðast líka kannski spurningum að láta dáleiða sig og sannfærist það að vera sterkar en Magnús Ver til dæmis og fara að keppa þenni í sjómanni eða eitthvað já, það er eitt af þessu sem fólk er að biðja og sérstaklega í samtöðu að létta sig að því það þarf að hreyfa sig líka að inn í þessu er einmitt þetta að þið langið til þess að fara þið langið til þess að gera það sem þú ætlaðir en hann talaði það, ég held að það verið Magnús að þú þarft svolítið að sjálf dáleiða þig til þess að trúa að þú getur lyft einhverju þyngd
af því að jafnvel þó þú getur það líkamlega þá þarftu að setja sko alla trúna í það því að það verður alltaf alveg brjálaðslega erfitt það eru margir íþróttamenn sem nota dálislu til þess að komast yfir þennan hjall að trúa því að hann geti eitthvað sem hann ætlar sér. Já, en þú verður náttúrulega að hafa tólin að ég man að í svona snemma í Ultimate Fighting Championship sem var svona blandaðar bardalistir þá var einhver sem dáleiti sig til þess að láta sig sjá sig sigra á eitthvað svoleiðis en svo kom bara feitur kall og settist á hann og þá var bara hans kvöld bara búið að þú verður svolítið náttúrulega vit og þú getur ekki til dæmis dáleitt eitthvað til þess að trú hann getur forritað og hann vinni forritað þú þarf náttúrulega dáleitt einhver til þess að hafa trú á einhverju sem hann getur nú þegar Já, það er sem dálistan kemur inn að hjálpa þér til þess að gera það sem hann getur Já. og ekki láta stoppa þig af með því að það kemur einhver hugsun sem segir Já, nei, við skulum bara stoppa hér Já, og þetta er svo þungt, ég er alveg að þú veist missa takkið eitthvað heldur bara að hugsa þetta fer upp Nú til dæmis sögur af því að fólk hefur kannski lent í einhverju slísi svo vakna allt innu segjum bara maður í Þýskalandi allt innu fann að tala fransku búðuru hvernig virkar þetta? Er þetta eitthvað í undirmeðundin bara Þetta eru lígar Ef hann kann fransku, hefur lært hana þá getur hann Já, en hann fyrir ekki að tala nýtt tungumál það er það sem ég velti fyrir mér sko hvort þetta fólk, það gleymist ekki í sögunni að það hefur kannski lært þetta tungumál mist hitt niður og þá notar það kannski tungumál það getur verið en hitt væri bara lígi sko, bara líga sko. En það er ótrúlega hvernig hugurum virkar sko en það er ekkit tekið utanfrá þetta er allt eitthvað sem þú fyrir annarkvæmt lært að gera það Magnað Já, það er líka eins og þegar til dæmis fólk sem að verður alvarlega geðbilað sem að fær svona skizofrenju heldur það sé einhver annar en það er að það er náttúrulega alltaf einhver sem að veit Já. Að þú veist, ef ég yrði skizofrenist veikur þá myndi ég ekki trúa að ég var eitthvað indversk góðsögn eða eitthvað sem ég hef ekki heyrt það er til fullt af Napoleonum Já, það er alltaf, ég held að Jesús er vinsalastur og Hitler sé næst vinsalastur og svo veit ég ekki hvort að Napoleon í 3. sætin það er alveg Já, þetta er svona eins og þegar fólk fór ekki að sjá geimverur fyrir upp á 1850 Já, þegar fólk fór að hugsa hvort að vera lífi í geimnum Já, fyrir þann tíma hafði enginn séð geimverur þetta bara ekki til hug En þetta sýnir bara hversu óbáslega öflugur mannshugurinn er Já Og einmitt dálislan sko kemur svolítið inn á það Þetta er svo öflugt tæki Já, hjálpar þér að nota það sem þú hefur Akkurat, og við notum náttúrulega bara örfá prósentur að heilanum hvort þið er sko og kannski með dálislan, ég veit ekki opnast eitthvað með því Jafnvel. Já, sko með dálislunum þá er hægt að hjálpa þér að vera betri námsmaður til dæmis eða standa þér betur í íþróttinu sem þú ert að stunda bara með því að hjálpa þér að sækja það sem þú veist og kannt og getur Já. og hjálpa þér að gera betur í því sem þú ert að gera Já, eins og til dæmis ég veit að golfarar nota dálislu svolítið Já. Ég kann ekki golf en fólk hefur komið til mín til þess að hjálpa sér að ná betri árangri í íþróttinni og það hefur virkað. En það er eitt sem er dettur í hug í sambandi við þetta og í sambandi við áður gesti sem við fengið áður í þáttinn er að við vorum nýlega með Björgvin Frans og hann er einn af bestu eftirhermum landsins en hann talaði með að hann gat ekki lært að tala með bandarískum hreim og ég fór að hugsa þetta af því að ég er líka talsverð eftirherma, ég er ekki að líka mér við hann en ég er ágætis eftirherma að ég hef aldrei getað að tala með alvöru sannfærandi bandarískum hreim, ég hef svona náð í áttina en ég get hugsanlega hermt eftir bandarískum karakter sem er ekki ég en ég get náttúrulega aldrei verið eitthvað sem er ýkt ef ég á að tala við í alvörinu þú náttúrulega fattar að þetta er grínrödd eða þetta er eftirhermurödd að þú veist, mín rödd er mín rödd og ég vil kannski ekki heldur verið eitthvað annar en ég get verið spurningin er hvort það væri hægt að dáleiða einhvern þessu Björgvin Frans til þess að ná að tala með bandarískum hreim ef hann getur hermt eftir því mjög líklega því það er á að vera pæling allavega Já, því að hann veit alveg hvernig þetta er hann þekkir þetta alveg Já. og það eina sem þarf er að hann raunverulega að gera þannig að það verður hægt að hjálpa honum til þess að komast yfir þessa línu Ég hugsa nefnilega í hans tilviki þá sé þetta að það sama eins og hjá mér að þú vilt vera þú og þér finnst ekki það að vera þú að tala svona, að við erum skýrmælt Íslendingar, við viljum ekki tala svona ógeðslega laust og svona einhvern veginn svona letilega eins og Amerikanar tala svona lausir í hjálkanum einhvern veginn og það er kannski það sem stoppar okkur af í að geta gert það. En hann hefur þó allavega það að hann áttar sig á það, hann heyrir í sjálfum sér og það eru bara ekki allir, ég til dæmis heyri ekki að ég tala með hreim en ég veit að ég gera það.
ég man nú ekki hvort hann sagði að honum hafi fundist hann tala með heim og svo allir bara með, are you German or are you Russian, þú veist ég man ekki hvað hann sagði um það, við skulum spyrja næst hann mjög skemmtilegur þannig já. En þér lögst alveg ekki Útvarpið Sögu, það á enda runnið í dag já, og eins og ég sagði sendi það sem þið hafið að segja á rökkvi@gmail.com og við skulum lesa eitthvað upp af því bara strax í næstu þáttum. Það er gaman að því. Við ætlum að kveðja í dag Rökkvi Viðarsson og Jóhann Kristjánsson og Jón Víðis sem var með okkur í dag, töframaður og dávaldur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir sæl.